Sæll Lúðvík, hvernig finnst þér að fá trausti bara við að taka við U21 landsliðinu? Það bara skemmtilegt. Þetta áskorun og ég þekki það, var með Óla með þessu liði og Óla Skúla og þekki þess að Gauður búinn að vinna með þeim lengi, þannig að það bara ánægjulegt að fá þetta traust og að vinna með Óla Kristjánssyni bara geggjað, þannig að ég bara peppaður. Eins og var þetta hans leikinn á morgun bara, hvernig líst þér á Eistana? Leikurinn á morgun verður krefjandi, við lentum í vandræðum með Færeyingana og Eistana úti á sínum tíma, þannig að við þurfum að mæta með rétt hugarfar, við erum búin að undirbúa okkur vel, þannig að öllu eðlilegu ættum við ef við eigum góðan leik, þá ættum við að geta náð í góð úrslit, en þetta veltur alltaf því hvað menn koma með í leikinn, en ég bara bjartsýnn, það þýðir ekkert annað. Gott að fá eins og Gísla og Daniel og Viktor í hópinn tilbaka. Eftir allt. Gæða leikmenn, þeir hafa sýnt það og sannað með félögum sínum og Gísli og Daniel treysta með A-landsliðinu. Þetta eru topp leikmenn og þeir munu án efa styrkja okkar lið og okkar hóp, þannig að það er bara frábært. Verða það mögulega í byrjunarliðinu á morgun? Já, það getur allt gerst. Það verður ekki gefið út strax. Nei. En eins og restina af hópnum, var valið erfitt? Þetta er alltaf erfitt. Við höfum lagt mikla áherslu á það að tala um þessi drengi að þessi hópur er stór og þessi hópur er breiður og það eru oft breytingar á milli leikja. Þannig að stundum eftir valinn og stundum ekki og það er svolítið með til hvernig gerðin eða hvernig samsetning á hópi er. Og það hefur alltaf verið erfitt að velja þessa hópa. Við lendum í því núna, það eru einhverju frá vegna meiðsla og við erum heppnir. Við fáum Daniel Tristan og Viktor Bjarka og Gísla Gotta, við fáum þá inn. Þannig að ég meina, þetta er bara höfuðverkur þjálfarans, margir góðu leikmenn. Þannig að þetta er alltaf krefjandi. Þess að tala um þess að meidda leikmenn, sér alveg mikið eftir þeim. Já, ég meina auðvitað þegar þú missir góða leikmenn, en eins og ég sagði, við erum búin að tala um það frá því að við Óli byrjuðum með þetta lið Óli Skúla í fyrra að það skiptir miklu máli að séu margir möguleikar í boði fyrir okkur, þannig að þetta mun alltaf gerast, það mun einhver meiðast og einhver eru frá og annað og þeir sem hafa verið hluti af þessu verkefni okkar frá því við byrjuðum, þeir hafa bara verið ótrúlega flottir og staðið sína plikt ótrúlega vel, þannig að auðvitað sér maður eftir góðu leikmönnum en hinir hafa bara stigið inn og gert vel, þannig að við erum ánægðir með það skiptir okkur máli. Var þetta bara möguleikin að komast EM? Finnst þér það góður möguleiki? Já, þeir sem hafa fylgst með riðlinum, þeir sjá að það getur allt gerst, það er einhvern veginn allir að ná í stig af öllum nema kannski Frökkum og riðlinn er galopinn eins og staðan er núna. Við vorum með 2 stig eftir 3 leiki en núna erum við gengum vel á morgun, þá hefur við möguleikann á að vera í öðru sæti eftir leikinn annað kvöld. Þannig að það er alveg möguleiki og við höfum bara svolítið ákveðið að hugsa þetta þannig að við ætlum bara að fara fulla ferð. Það er ekkert annað, ef ykkur langar í ykkur þá verðum við bara að fara og sækja. Það er enginn sem að koma og afhenda okkur eitthvað á silfurfati, þannig að þetta er bara í okkar höndum, algjörlega. Þannig að 3 leikir svo, eftir þennan glugga, þá eru 3 leikir í haust. En við þurfum að byrja á því að ná í góð úrslit í leiknum á morgun. Það er eiginlega svolítið forsenda fyrir því að eiga möguleika svo í haust. Svo er þetta appelsíkun viðveran morgun, hefur þetta ekkert heyrt um? Nei. Hvernig það verður? Við erum alveg búin að fylgjast með veðurspánni í aðdraganda þessara bæði æfingarna heima núna og svo þetta leiksins og eins og þetta var í upphafi þá blés ekkert byrlega á æfingunum en það er búið að vera frábært veður á öllum æfingunum hingað til og miðað við hvernig þetta er að spilast núna þá er brjála veður í fyrramálið og svo bara fínt, lítur út fyrir að það sé fínt eftir hádegi. Þannig að við höldum að viðurkunnir séu bara með okkur í liði í þessu og það verður bara fínasta veður á morgun. Hvetjum fólk til að mæta og kíkja á leikinn.